Sverrir, hver fyrstu viðbrögð? Bara gífurleg vonbrigði fyrst og fremst. Já. Maður átti sig meira og meira á þessu. Þetta var já, eins og ég segi, bara virkilega erfitt að taka þessu. Sérstaklega á þennan máta sem þetta kom líka, það sem ég finnst úr horni, svona einhvern veginn, það sem við erum að koma í veg fyrir. Síðan erum við náttúrulega líka fína möguleika til þess að komast yfir í leiknum. Markmaður þeirra gerir mjög vel. Þannig að já, hvað var að segja, þú veist, það er þessi dítil, fjalli ekki með okkur og hinum meginn tókum við þetta andlits að þeim. Þannig að það var svona eiginlega saga dagsins, sko. Bara þú veist að HM-draumurinn sé farin. Ég veit, þú leikur tapast að HM-draumur fer. Hvernig líður með það? Já, það er náttúrulega, við vorum náttúrulega ekki að tapa því að komast á HM basically í dag. Við erum náttúrulega búin að vera í undankeppni, síðan eru 2 umspilsleikir líka eftir sem það er. En mér fannst liðið vera komið á þann stað að við vorum tilbúin að fara ennþá lengra og gefa þessu alveg góð. Við vitum að þetta er ekkert auðveld lið að komast inn á HM og það býða okkur alveg lið líka að þú ferð áfram í play-offsi. En bara að þú horfir á riðilinn í heild sinni, þá eru þessi 2 leikir móti Úkraínu sem fella okkur og heimaleikurinn svíður líka ennþá með að við höfum aldrei að tapa hann leik, aldrei, þú veist. Við bara sem höfðum og hvernig leikurinn spilast alltaf, við höfum tapað þeim leik og bara, það er þessi 2 leikir sem fella okkur og við verðum að læra þeim í dag, þú veist, bara 50-50 leikur og það er, þú veist, þeir hafa allt sem að sækja og þetta kemur meira orka og við erum að verja það sem við höfum á þeim tímapunkti sem er eðlilegt. Sama gerist þegar þeir komast yfir, þá falla þeir aftar og við fáum að Danni fær skotin í teik, þú veist, ef það dettur inn, skilur, þá snýst þetta við. Þannig að eins og ég segi, þetta er bara lítil dítil sem að þetta lið þarf til að verða til að komast á næstu stað og við þurfum að læra þessu þetta, læra leiknum heima og ég vissum að þetta lið átti að ná langt á næstu árum. Þú áttir þetta frábæri frammistu, tekur það út úr þessu, líður? Nei, það skiptir engu máli, það er bara, ég er að spila meira blíkar þess að vera ömurlegur í það og erum að fara, það skiptir engu máli, sko. Það er allir að reyna að leggja þessu verðum, það er allir að reyna allt sem leggja allir, það er ekkert þetta að setja á, það er bara eins og ég segi, þetta eru bara dítil, ef við sköllum aðeins meira niður í hornið og skorum, ef við erum fyrstir á boltan í horninu þeirra, þetta er bara svona, þetta er bara fótbolti, það er að greina þetta í döðlur og allt það fara með til göttunum, þetta er bara þessi móment sem að oft þarf til þess að taka skrefi lengra og bara vera í þessum aðstæðum í dag, við erum margir að þessum gaurum að vera í svona leik með landslið fyrsta skipti, þannig að þetta er eðlilegt, þetta þurfa að taka með okkur, Úkraína er kannski lið sem er kannski búið að vera þessum aðstæðum áður, við vorum í leiknum, umspilunum og leiknum á móti þeim fyrir 2 árum, kannski ekki margir af þessum ungu strákum sem voru þar, það var Andri, Hákon og fleiri er að koma inn í þetta, eru gaurar sem eru 22 besta aldri, þegar allan ferilinn landsliðinu fyrir framhaldinu, ég vissum að þetta liði eftir að vaksa bara og nú þurfum við að fara inn í þessa æfingarleiki og við erum í C-deild í play-offs, það var bara að vera, við erum bara að fara inn og dominita það og setja okkur í þá ennþá sterkar stuð að vera þá áður en fyrir undankeppni að vera komnir jafnvel með play-offs-seti og þá getum við bara farið að reynda að challengea bara á Evrópa náttúrulega. Fyrir EM 2028 þá er náttúrulega 2 efstu sætin sem við verðum að gefa og þá höfum við bara að fara all in, þannig að við þurfum að halda áfram á þessari aukþörf sem við erum að gera og bæta í því þegar við erum með mjög gott lið, eins og ég segi, þetta eru bara þessir litlu dítil sem oft sker úr. Takk fyrir það.